Það kostar peninga að taka lán. Það er alltaf betra að spara fyrir hlutum og staðgreiða þá þegar við kaupum þá. En stundum er það ekki hægt. Þá þurfum við að taka lán. Þegar við skoðum hvað það kostar okkur að taka lán fyrir tilteknum hlut, þá dugar ekki að skoða bara hvað vextir eru á láninu eða greiðsludreifingunni sem okkur býðst. Þótt lántaka eða greiðsludreifing sé sögð vera vaxtalaus, getur hún samt sem áður verið mjög dýr valkostur. Við þurfum því að skoða allan kostnað við lánið. Við kynnum því til leiks árlega hlutfallstölu kostnaðar eða AHK eins og hún er oft kölluð. Þessi tala er í rauninni mikilvægasta talan sem þú átt að horfa á þegar þú tekur lán. Hún segir þér hvað lánið kostar í alvörunni. Í henni er safnað saman öllum kostnaði við lánið, til dæmis vöxtum, lántökukostnaði og greiðslugjaldi. Lánveitendum er skylt samkvæmt lögum að hafa þessa tölu sýnilega. AHK er prósentutala sem sýnir því allan árlegan kostnað af láni í 1% tölu og má samkvæmt lögum ekki vera hærri en 35% að viðbættum stýrivöxtum. Fyrirtæki sem bjóða skyndilán á netinu eða í gegnum síma rukka oft litla sem enga vexti en há lántökugjöld sem leggjast ofan á lánið. Þess vegna skal alltaf skoða AHK og meta heildarkostnað áður en lán er tekið. AHK sýnir okkur svart á hvítu raunverulegan kostnað við lántöku.